Komið sæl og velkomin í eitt og annað. Í þessum þætti ætla að fjalla fjölmiðla sem eiga til að taka sem sjálfsögðum hlut. Tökum símanna á mótnana til að skoða fréttirnar, förum í tölvuna, spjaldtölvuna, hlustum á fréttirnar í útvarpinu eða kveikjum á sjónvarpinu eins og þið eru að gera núna til þess að horfa á einhverja þætti. En þarna bakvið mikil vinna, eins og til dæmis hjá Feiki. Við skulum byrja á að kíkja þá. Skúli, þú verður að skila handritinu. Shit. Ella fyrir 2 tímum. Við erum komin í prentsmiðjuna Nýprent á Sauðárkróki sem heldur úti 3 miðlum þar sem Norðurland vestra í brennidepli. Þetta eru héraðsfréttablaðið Feikir, auglýsinga- og dagskrárblaðið Sjónhornið og vefmiðillinn feikir.is. Síðan eru bara tilfallandi að bæklingabrent, það eru kort, það eru ferðabæklingar, jafnvel bækur, við höfum gert það en það nú miklu meira mæli. Starfsmenn Nýprents eru 8. Þuríður segir að reksturinn gangi þokkalega. Auðvitað fann maður fyrir þessari kreppu og það er alltaf miklu seinna, virðist koma seinna til okkur út á landi, þannig að hún kom bæði seinna inn og hún er seinna í burtu líka. Þannig að... Hverjir eru helstu viðskiptavinir? Er það hérna af svæðinu eða? Já, það er nú bara af svæðinu mestmegnis. Við þjónustum náttúrulega bæði Skagafjörðinn og Húnavatnssýslurnar og reynum að þjónusta það fólk bara mjög vel og þetta alla. Og síðan er það náttúrulega bara stór fyrirtæki eins og Kaupfélagið þetta. Þannig og við höfum verið að brenta fyrir Reykjavíkurmarkaðan líka aðeins. Þannig að... Eru þau mikið í hönnun eins og hönnun á bæklingum og auglýsingum og slíku? Já, það skiptist í að svona tölvert, já. Við erum í því alveg, jafnlega þetta er nú svona svolítið skipting, það ber mikið inn í ferðabæklinga og slíkt sko. Og svo náttúrulega vinnum við logo og ýmislegt fleira sem tengist hönnun. Þú er náttúrulega grafískur hönnuður sjálf og nýtur þessu þetta. En svona ykkar sérstaða, hver er hún helst? Það er náttúrulega lítið prentfyrirtæki út á landi og hönnunarfyrirtæki og okkur sérstaða lítur að markast á svæðinu sem við erum á og þessi nálægð við okkar kúnna, þeir þurfa ekki að sækja allt langt í burtu, þeir geta sótt þetta hingað inn. Þannig að það er kannski verið okkar sérstæð, svo náttúrulega erum við, af því við erum lítið fyrirtæki, þá reynum við að þjónusta sem flest. Við erum með skiltagerð og við erum með stríðaprent og prentum stóra ljósmyndir og síðan erum við náttúrulega með þetta allega prent og hönnun. Þið erum með öfluga prentvél, þið hafi ekki verið neitt smeyk við þá stóru fjárfestingu? Jú, auðvitað er þetta stór ákvörðun að taka, ákveða það að fara kaupa rollsin í prentvélum. Af því við tókum frá Heidelberg og erum með fjáröldavél. En þetta var bara komið tíma á þetta og við erum eiginlega annarkvæmt að hrökkva eða stökkva. Og okkur fannst það að við værum það mikið að prenta í offseti og það væri í raun og veru ekki forsannlegt að fara inn í einhver aðra eða taka einhver aðra típun á þessum tíma þegar við kaupum sem er 2015. Þannig að við fórum í þessa stóru fjárfestingu og svo verðum við bara að hafa nóg verkefnum í það. Og hvernig er til dæmis hollusta heimamanna við fyrirtækið? Hún hefur verið mjög góð. Við getum ekki kvartað yfir því að menn hafa verið að sækja vatnið yfir lækinn, en auðvitað eru alltaf einhverjir sem fara því að í raun og veru er svolítið erfitt fyrir svona fyrirtæki eins og við erum að keppa við einhverja risa prentsmiðjur í Reykjavík sem að taka inn bara sem vinna á vöktum og þeirra öflun verður að vera þannig að þau geti keyrt allar vélar.
Þannig að þá verður oft til þess að verk eru boðin mjög lágt sko. Og þá náttúrulega maður skilur það, fólk verður náttúrulega að horfa í það líka. Eru þið samkeppnisfær í verði? Við reynum að vera það, já, algjörlega. Og allavega í offsetprenti fyrir það sem hentar okkar prentvél. Við erum ekki með rúlluprentvél eða erum að prenta fyrir allt sko, inn á all heimila í landinu í einu. Sko. Þannig en fyrir okkar prentvél og okkar stærð, þá erum við alveg samkeppnisfær. Hlutverk fjölmiðla er að miðla upplýsingum til fjöldans. Það er ekki einfalt verk. Það eru margar gáttir sem þarf að tala í. Það er útvarp, sjónvarp, prent, síðan er það netið. Þetta er ekki einfaldur heimur sem við lifum í og það er ekki skrítið að unga fólkið, já líka eldra fólkið, sé pínu ráðavillt. Hérna á Akureyri var fjölmiðlaskólinn og hlutverk hans var að kynna hlutverk fjölmiðla fyrir nemendum. Segðu mér aðeins frá því hvað þið eru að gera hérna í félagsmiðstöðinni. Já, herri, við sem sagt fáum krakka sem í unglingavinnunni og fáum hópa sem að koma til okkar í 4 daga og við fáum krakka úr mismunandi hópum, eða mismunandi skólum og þau koma saman hérna hjá okkur í félagsmiðstöðinni og við byrjum að kynna þeim fyrir fjölmiðlum og fjölmiðlafræði og svo vinnum við okkur út í það að fara að skrifa greinar og klippa viðtöl. Við skiptum hópnu upp í 2 hópa og annar skrifa greinar og hinn tekur upp viðtal. Og þá bara svona byrjar þetta þannig að þau fá létta kynningu á sínum hlutum. Ég fer með yfir hver að skrifa blaðagreinarnar og svo fer Sölvi með þeir sem að taka viðtöl. Hlýtur að vera dálítið skemmtilegt að taka móti krökkunum. Þau eru búin að vera úti að raka gras og reyta arfa. Komið til ykkar, þetta hlýtur að vera skemmtilegra. Já, svo líka eftir hvern dag þá fáum við svona feedback frá krökkunum og þá ræðum við hvað gekk vel og hvað má bæta, af því við viljum alltaf bæta skólan okkar og þú veist, eitthvað sem var sagt í hverju einustu viku það var bara, já, þetta er miklu skemmtilega en að vera að reyta arfa. Þannig að þetta var svona góð núllstilling fyrir krakkana. Ákveðnu markmiði náðu að vera skemmtilega en að reyta arfa? Það er rétt. Það er ekki erfitt. En hvaðan kemur svona verkefni? Sko, þau eiga að fá einhverja fræðslu yfir sumarið og þá velja þau hvort þau koma til okkar í fjölmiðlafræðslu eða fara upp að 3. hæð og fara í sjávarútvegsskólann. Og þau bara að fá val hvort þau velja og þá krakkar sem við fáum til okkar, þá eru bara með þau í þessa 4 daga og þau fá sína krakka og vera með í 4 daga. Og það eru allir krakkar sem eru í unglingavinnunni, jafnvel þótt þau séu að vinna hjá fyrirtækjum eða leikskólum eða hvað við reynum að fá alla krakkana af því þau eiga að fá einhverja smá fræðslu. Skiptir þetta einhverju máli fyrir krakkana að vera að læra á fjölmiðla? Já, mér finnst það mjög mikilvægt. Við kennum þeim til þess að beita gagnrýni hugsun og hvernig þau að trúa ekki öllu sem þau eru að lesa. Það er stærri mynd á baki hvað sem þau eru að lesa og þau eru bara að taka allt inn. En mér finnst að þau eru að flokka þetta aðeins niður hvað þau eru að trúa og hvað þau að skilja eftir út í skilju. Þannig með því að vera að vinna fréttirnar sjálf að fá þau svona pínu innsýn í hvernig það virkar alltaf. Algjörlega. Og þau, eiga að safna sér heimilda og velja úr heimildum líka. Bara, þetta er ekki góð heimild. Þau skynja alveg hvað er góð heimild og hvað er vond heimild. Og það er bara svona, grunnur sem við þurfum að kenna þeim að fara út í lífið með þessi gagnrýna hugsun. Það er svo mikilvægt. Sérstaklega, í bara hverju sem við tekum við fyrir lífinu. Sölvi, hérna eru við fyrir utan Rósenborg og hérna eru við búin að fá krakka til ykkar í fjölmiðlaskólann. Hvernig hefur gengið? Það hefur gengið mjög vel. Þetta er búið að vera mjög skemmtilegt. Sérstaklega vegna þess að við fengum svolítið frelsi, ég og Ívar, til að smíða þennan skóla sjálfir og við vissum ekki alveg út í hvað við vorum að fara til að byrja með en þetta hefur gengið bara vonum framar og við erum sáttið með afraksturinn. Finnst þér að skipta máli í nútíma samfélagi að við séum að mennta ungt fólk í fjölmiðlum? Já, mér finnst það rosalega mikilvægt. Sérstaklega vegna þess að í dag notum við netið meira en við gerðum og með risu samfélagsmiðla eins og Twitter, Instagram og Snapchat þá erum við að sjá fram á það að ungt fólk í dag notar síma mjög mikið og netið og eins og þegar þú byrjar að læra á bíl eða þegar þú bakar köku þá fyrir uppskrift eða fyrir ökuskólan en þú farð aldrei neina kennslu á því hvernig þú átt að haga þér á netinu almennt og hvernig þú getur siktað út hvað er satt frá því hvað er ósatt og það er einn af þeim hlutum sem við reynum að kenna þeim, það er gagnrýn hugsun og að ekki trúa öllu sem þú lest og það er framtíð guðurum. Þetta er alveg rétt það sem þú nefnir,
ungt fólk alltaf tengt, það alltaf með síman á sér og það alltaf að fá tilkynningar það sem að gerast. Já, og það alltaf í stuð, eins og þú segir, í stuð sambandi við hvort annað og finnst það vera skyldugt til þess að svara alltaf eða láta alltaf vita sér hvað að gera. Við erum að sjá krakkar til dæmis senda yfir 100 Snapchat á dag með engum texta. Eins skrítið það bara til þess að láta vita af sér og til að fá svör af því það svo hræðilegt að vera ópennaður á netinu sem rosalega furðulegt. Og mér finnst samskiptin okkar að færast meira á netið og þar eru þau yfirleitt grynnri, oft bara í einni setningu eða minna og þessi mannlega samskipti mér finnst þau vera að minnka hjá okkur í dag. Finnst þér þú hafa lært eitthvað á þessu verkefni sjálfur? Já, bara heilan helling. Bæði fjölmiðlafræði og hvernig við högum okkur almennt á netinu. Við vorum með fjölmiðlaskólann í 3 vikur og við vorum með nýtt þema í hverju viku. Fyrstu vikunni var þema fíkn, áfengi og vímuefni og þess háttar. Og þá fengum við að tala við henni Önnu Hildi sem vinnur í SOA og þá þurfti ég aðstoða krakkarnir að vinna heimildavinnu fyrir það og bara að gera það, þá lærirðu rosalega mikið það málefni. Í viku 2 var þemað okkar andleg og líkamleg heilsa. Þá fengum við að tala við Hjalta Jónsson, sálfræðing og þá maður vanmetur svolítið hvað maður lærir mikið af því að vinna eitthvað sjálfur. Bara að setjast niður og skrifa hlutin upp í þínum eigin orðum svo rosalega mikilvægt til að þetta prentist inn í hausinn á manni. Og í viku 3 þá var þemað okkar netið og samfélagsmiðlar. Heldurðu að þau horfi á fjölmiðla einhverjum öðrum augum eftir þennan skóla? Já, ég trúi ekki öðru. Annars hefur okkur mistekist mjög illa. Ég held að þau átti sig, fyrstulega þá þurftu þau bara ekki að segja þeim og kenna þeim hvað fjölmiðlar eru. Þau áttu sig ekki alveg á því og þau vissu það kannski en þekktu ekki hugtakið á baku það. Og það að samfélagsmiðlar eru hluti af fjölmiðlum komið mjög mikið á óvart. Það nú einu sinni þannig í þessum heim að það ekkert frítt. Þó þau séu ekki borga neitt fyrir það sem við erum að horfa á núna. Þess vegna ætlum við að kíkja nokkrar auglýsingar. Hvað frétt og hvað ekki frétt? Það getur farið eftir lesandanum eða áhorfandanum. Þess vegna skipta héraðsfréttamiðlar miklu máli að því við viljum fá að vita hvað gerast í samfélaginu og það sem við erum að gera að eftir því sé tekið. Austurglugginn vikulegt fréttablað sem gefur út á Austurlandi. Rekstur þess hefur verið erfiður líkt og raunin með flesta þá fjölmiðla sem starfa hér á landi. Samhliða blaðaútgáfunni einnig rekinn fréttamiðillinn austurfrétt.is á netinu. Héraðsfréttamiðlar hafa mikið gildi. Þeir hafa gildi sem samfélagssmiðir, þeir eru að styrkja sjálfsímynd íbúa, þeir hafa gildi sem ákveðin varðhundur að veita stjórnvöldum aðhald og öðrum að tryggja það að menn geta ekki þrifist í einhverju skóli eða skugga og þeir skipta líka máli fyrir markaðssetningu svæðisins að tryggja það sé eitthvað svona þegar eitthvað skemmtilegt kemur upp og þá eru þeir sem segja frá því og það eru aðrir sem taka eftir að pikka þau upp og þannig fer það í dreifingu á landsins jafnvel á heimsvísin sem við höfum reynt. Við hafa frétt fyrir svona 2 árum síðan þar sem að það stóð veðurfræðingur fyrir kortinu, hann stóð fyrir Austurlandi þegar hann var að benda og við pikkum það upp og margir íbúar sem gagnrýnt þetta og sjá ekki hvernig veðrið hjá þeim og þetta vakti athygli og barst út til þannig að BBC tók fréttina upp og hún tikkaði þar af leiðandi og einhver fleiri erlendum miðlum líka sem hafa að sjá Austur-Íslendingar eru óánægðir með Veðurstofuna þannig að það var mikil dreifing á því. Austurglugginn er vikublað sem selt í áskrift og þar ertu kannski með svona færri, lengri greinar við leggjum mikla áherslu á svona djúp viðtöl. Aftur á móti vefurinn efni sem svona snarpara. Það sem að gerast í dag, á morgun og svo framvegis fréttir sem kannski eða efni sem lifir styttra heldur en í blaðinu og
vefurinn kannski meira svona pikkaður upp á landsvísu og auðvitað styðjar þannig hvern annan að oft er vefurinn, hann getur svona keyrt á styttri útgáfu af fréttinni og komið henni svona í dreifingu og viðbrögð og svo blaðið kannski með lengri útgáfu af jafnvel sama efni fyrir það sem vilja fara dýpra í efnið. Við erum að sjá tölur sem segja ykkur það að 40% Austfirðinga okkar markaðssvæði frá Vopnafirði til Djúpavogs lesa blaðið í reglulega og það sem að mér finnst athyglisvert er það að þetta er óháð aldurshópum. Þegar skoðaður er sá fjöldi sem fer inn á vefinn vikulega kemur í ljós að 8.000 notendur líta þar við og lesa, 2.000 á dag þegar eitthvað er að vera, sem þýðir 85% dekkun á markaðssvæðinu. En þrátt fyrir þennan mikla lestur er reksturinn þungur. Það er þó ekki sér íslenskt fyrirbæri. Það er ekkert leyndarmál að rekstur héraðsfréttamiðla frekar en margra annarra fjölmiðla, bara hvað sem þú horfir á í á Íslandi eða í heiminum, gengur erfiðlega. Ef þú horfir á samantektir utan á heimi þá sérðu það að rekstur fréttamiðla er sá einhver sá óarðvænlegasti business sem við getum farið út úr. Það er að fækka störfum í fjölmiðlunni á heiminum. Er það ekki mjög slæm þróun fyrir lýðræði? Mér finnst það mjög slæm þróun og eins og sé sérstaklega fyrir lýðræði, fyrir kannski störfin sem að eru kannski dýrust og skiptar henni þegar upp í stæða mínu vit í mestu máli. Það er sem að þeirra að halda uppi gagnrýni eða vandaðri umræðu og umfjöllun. Þannig að þetta er alltaf bara að sérði í ef þú horfir þetta vinsæla hugtak falsfréttir, að menn eru komnir í aukna, annars er það að gerist að menn eru komnir í aukna framleiðnikröfu. Þá verður þetta að vinna hraðar og minni tíma að fara vel í málin og þú ert kannski að skila einhver sem er bara ekki nógu vel unnið. Hins er það að það spretta upp einhverjir fjölmiðlar, smámiðlar sem að ná að koma sér í dreifingu. Þessi vinnubröðin eru bara ekki mjög vönduð og menn eru bara beinlega að ganga erinda einstaks eiganda miðlunum sem að hefur bara jafnvel annarlega hagsmuni af því að koma ákveðnum sjónarmiðum á málinu. Ef að heimamenn auglýsa ekki eða kaupa ekki miðlinn, að þá fær hann ekki tekjur, þá verður hann ekki til. Það fer í mann þegar maður fær hringinguna og spyr hvort maður vilji koma og fjalla þetta málþingið eða hitt og þetta er áhugavert og maður situr upp með það, ég er fréttamaður, ok, minnst er þetta fréttnefnd eða ekki. Og svo er kannski einhver annar miðill sem að er gangi einhvers staðar að menn kaupa heilsíðu eða henda tugum þúsunda í markaðssetningu. Ef við bara kaupa markaðssetningu bara Facebook fyrir sama viðburð fyrir einhverja 20.000 og Facebook sem að greiðir enga skatta á Íslandi og fer bara í einhverju híti í Kaliforníu eða jafnvel skattaskjóli. Það fer í mann. Og það er bara, ég held að mann hafi bara ríka ástæðu til. Og það er bara manni líður stundum eins og þessi gengi að manni eins og bara sjálfsögðu hlut. Maður eigi bara, maður eigi bara að vinna frítt en það sé sjálft að borga fyrir aðra. Og það er bara ekki sjálfsagt að við séum alltaf til. Gunnar er ekki vafa gildið héraðsfréttamiðla á landinu en segir að eins og staðan sé í dag verða að treysta á að áskrifendur og auglýsendur sjáu verðmætið í ritstýrðum fréttamiðlum. Staðan er svo að enn sem komið er að þá hafa auglýsendur ekki fært sig á netið. Það er ekkert mál að búið til traffík á internetinu. Það er rosa erfitt að búið til pening á internetinu. Það er margir sem að finna það hvað svo að tala fjölmiðlega eitthvað annað. Prófa að halda eitthvað viðburð, þú fær 50 interesting, 100 like, en þú fær svo 5 sem mæta. Þannig að það er allir að díla við þetta. Ég er mikill aðdáandi Birgis Guðmundssonar, prófessors í fjölmiðlafræði á Akureyri og las góða bók eftir hann á sínum tíma, svona 10-15 ára gömul, þar sem hann talaði að þróunin í fréttamiðlunum, að þeir myndu koma sér upp netsíðum þar sem að þeir eru með þessar snörpufréttir og blöðin myndu lifa og þar verið með lengri umfjallanir. Það eru hins vegar ekki mjög margir þar sem þetta hefur gengið eftir.
Þetta er vissulega svolítið mótil okkar, en ef við horfum á fjarskiptamiðla yfir landið, að þá held ég að þeir hafi ákveðnum tímapunkti tekið skrefið tilbaka. Það er að segja, tekjurnar þeirra voru byggðust af blöðunum og þeir drógu úr netmiðlunni. Það er mikið vald sem felst í fjölmiðlum, enda stundum nefndir fjórða valdið og eiga að veita stjórnvöldum aðhald. Þess vegna viljum við að fjölmiðlafólk sé vel menntað og viti hvað er að gera. Við viljum að kíkja á menntun í fjölmiðlum í Háskólanum á Akureyri. Háskólinn á Akureyri er eini skólinn sem býður upp á fjölmiðlafræði til BA-prófs. Flestir af þeim sem vilja námið fara í framhaldinu að vinna á fjölmiðlum. Nemendur vilja því praktíska áfanga sem undirbúa þá undir stökkið á atvinnumarkaðinn. Ég ber ábyrgð á námskeiði sem heitir ljósvakamiðlar og það er þá er verið að kenna útvarpsmennsku og sjónvarpsmennsku og það hefur verið að breytast frá ári til árs hvernig við gerum þetta. Upphaflega var þetta náttúrulega staðarnám en núna er þetta í raun og veru byggt upp í lotum og að hluta til sem fjarnám og þá er það spurning hvernig er hægt að læra útvarp og sjónvarp í fjarnámi. Það er nú allt hægt þegar maður reynir og við tökum allan fræðilega þáttinn áður þau komið í fyrstu lotu, þannig að þau eru búin að lesa bækurnar og kynna sér efni á netinu, þannig að þá getum við nota tíman með þeim í svona hands-on vinnu, þannig að þá eru þau að búa til sjónvarpsefni og útvarpsefni, bæði inn í skólanum og eins í góðri samvinnu við miðlana hér á Akureyri. Því við erum alltaf svo heppin að eiga bæði RÚV og ekki síður N4 og við höfum núna undanfarin ár þróa mjög áhugaverða samvinnu með þessum miðlum hér. Og það gerir þetta nám spennandi og gefur nemendum ómetanlegt tækifæri. Fjölmiðlamarkaðurinn í dag, er þörf fyrir menntuðum fjölmiðlafræðingum? Já, hún hefur aldrei verið meiri. Við erum núna með miklu fleiri miðla, það eru bæði fleiri útvarps- og sjónvarpsstöðvar og eins líka náttúrulega allir samfélagsmiðlarnir, þannig að það er alveg endalaus þörf fyrir gott fólk. En í grunninn er þetta svo sem alltaf sama sömu fræðin, þau þurfa að kunna skrifa, þau þurfa að kunna tala og þau þurfa að kunna miðla því, þannig að í grunngildin er alltaf þau sömu í náminu hjá okkur, þó svo að tækifærin breytist og miðlarnir breytist. En hvaða þýðingu hefur samstarf fjölmiðlafræðideildarinnar og staðarmiðla fyrir námið? Án þess að eiga samstarf og gott samstarf við miðlana á staðnum þá værum við ekki neitt. Við getum ekki bara verið hér innan dyra og loka okkur hér inni. Þannig að það er mjög mikilvægt fyrir okkur að fá samstarf við miðlana á staðnum og eins líka held ég að sé mjög æskilegt fyrir miðlana að fá samstarf við okkur og geta þá þess vegna til dæmis fiskað inn nýtt gott fólk eins og til dæmis þig. Ég man ekki betur að þú hafi verið hér innan dyra að læra en nú ertu komin í hitt hlutverki og farin að hlýða mér yfir. Segðu okkur aðeins frá þessum áfanga ljósvakamiðlum, hvernig verkefni eru það að vinna í þessum áfanga? Þetta verkefni sem við höfum unnið núna í ár með N4, það er einstaklingsverkefni. Nemendur þurfa að finna sér viðmælanda og að þessu sinni þá tókum við ferðamál á Norðurlandi eingöngu fyrir. Áður höfum við verið með svona bara austur- og vesturverkefni, einn að tala hundarækt og annar íshokki, þannig að það hefur verið svona bara það sem þau hafa viljað. Núna byggum við til tema og byggum til einn þátt úr þessu og hann verður sýndur núna hádegisbilið á sumardaginn 1. Og þar eru nemendur að sjá sig í sjónvarpi í fyrsta sinn og ég veit þau bíða mjög spennt og eru búin að tilkynna ættingum hvenær þetta verður á dagskrá, þannig að það verður örugglega gott áhorf á þennan þátt ferðamál á Norðurlandi núna sumardaginn 1. Hvernig taka nemendur í þessa verklegu áfanga? Þeim finnst þetta mikil áskorun og það eru alltaf einhverjir nemendur sem kvíða rosalega fyrir þessu og halda ég alveg myrkur en lífið, en ég hef nú ekki drepið neinn ennþá og ég hef fengið mörg bréf eftir að þessu námskeiði lýkur þar sem að nemendur segjast hafa fundið hvernig þeir voru að vaksa við þessa, að fara út til þessum þægjandaramma, standa allt inni fyrir fram að myndavél, þurfa að segja frá sjálfum sér, þurfa að taka viðtölu fólk sem þekkir ekki neitt, þurfa að hringja og segja, heyrðu, væri þú til að koma í viðtali á N4? Þannig að þetta er svona áskorun og ég veit þau vilja meira á svona praktísku. Þannig að ég vona í framtíðinu þá getum við boðið upp á fleiri námskeið sem eru svona það sem verklega námskeið í fjölmiðlafræði. Að líta upp á bókunum og vinna verklegt, það er það sem maður er að gera á markaðinum. Nákvæmlega og það að lesa bækur og læra hvernig á að gera hlutina, það kemur aldrei í staðinn fyrir það að fá að prófa og fá að vera með fólki sem hefur reynt og kann
og hér í skólanum erum við með úrvalslið sem að getur kennt og við erum í nánu samstarfi hér við kennslumiðstöð og hér fólk sem að kann allar þessar græjur sem að koma sífellt nýjar og nýjar. Þannig að við erum held ég að bjóða upp á flott námskeið og sendum fólki með svona nýja reynslu og nýja dýpt út úr skólanum. Nú nefnir að námið hafi tekið töluverðum breytingum á stuttum tíma og mikill tækjabúnaður bæst í safnið. Hvernig sérðu næstu ár í þessu námi? Ég held að þetta sé bara byrjunin og að þetta eigi að þróast áfram endalaust vona ég og ég vona líka að við getum boðið upp á fleiri námskeið þannig að þau geti, því að eitt námskeið með útvarp og sjónvarp, það alveg ljóst að þau eru ekkert orðin útlærð í þessum miðlum þannig að það þörf fyrir miklu meira og en þetta alltaf svona þessi glíma fjölmiðlafræði versus blaðamennska, hvað erum við í raun og veru að gera á þessari línu og en ég held að það megi taka svolítið af fjölmiðlafræðinu og setja meira inn að þessu praktiska sem við getum þá kallað fjölmiðla eða blaðamennska. Ég vildi gjarna sjá þá breytingu og ég held að nemendur myndi fagna því þeir vilja fá að reyna og spreyta sig og fá bara staðfestingu á því að þeir hafi lært eitthvað nýtt. Það alveg ljóst að gildi fjölmiðla mikið og við viljum fá að vita hvað í gangi í kringum okkur og hvað náunginn að gera. Það komið að lokum í þessum þætti en það nóg af fjölmiðlaefni sem þið getið hort á hérna í framhaldinu, til dæmis bara N4.